Já, komið sæl og velkomin á þennan hádegisfund aðgerðir gegn gullhúðun. Ingólfur Friðriksson heiti ég frá utanríkisráðuneytinu og mun sinna svona tiltölulega afmörkuðu hlutverki fundarstjóra hér í dag. Nú fyrirkomulega fundinum þannig að utanríkisráðherra mun opna fundinn en síðan mun starfshópurinn kynna niðurstöður sínar og ef tími vinnst til í lokin að þá mun ráðherra og starfshópurinn taka nokkrar spurningar. Við gerum ráð fyrir að fundurinn taki svona cirka 45 mínútur, 50 mínútur og svo í kjölfarið þá býður utanríkisráðuneytið upp á léttar veitingar í salnum hérna eða semst hérna fyrir framan og við getum borðað hérna inn í fundarsalnum fyrir ofan. Kannski bara að upplýsa það að ráðherra að hún mun þurfa að taka þátt í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi núna klukkan 13:30 og þess vegna svona myndum við vilja halda vel á spöðunum í tíma og ef að fjölmiðlar eru hér viðstaddir að þeir myndu reyna að nálgast ráðherra með viðtöl sem fyrst eftir að fundinum lýkur. Ég vil líka upplýsa það að fundinum streymt og það einhver eintök hérna þegar verið að grípa ykkur eintök af skýrslunni hérna frammi en það líka QR-kóði sem getur skannað til þess að komast inn á skýrsluna rafrænt á vef utanríkisráðuneytisins. En ég hef þetta ekki lengra og vil bara biðja þá Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra að opna fundinn. Komið sæl öllsumul sem hér eruð og fylgist með í streymi. Ég ætla ekki að halda langa tölu heldur gefa hópnum færi á að fara yfir þessa skýrslu sem telur 30 blaðsíður og mjög gott hægt að fara yfir mikið efni með praktískum tillögum og konkrétt niðurstöðum án þess að það þurfi hundruðir blaðsíðna til. Við höfum því miður séð mjög skýrar ábendingar að stjórnvöld, ráðuneytin, kerfið, stjórnmálamenn, þingið hafa orðið uppvísað gullhúðun löggjafar við innleiðingu EES-gerða og höfum svona í gegnum tíðina kannski alloft rætta en vildum gera eitthvað í því. Diljá Mist Einarsdóttir, formaður utanríkismálanefndar sem hefur sömuleiðis verið talsmaður þess að hafa þetta skýrt, sendi bréf. Við fórum með inn í ríkisstjórn á sínum tíma minnisblað að setja þetta verkefni af stað og gera eitthvað í þessu og laga þetta. Við skipum starfshóp aðgerðir gegn gullhúðun sem hefur núna skilað af sér góðu verki að loknu víðtæku samráði við stjórnvöld og haghafa sem þau fara nánar yfir. EES-samningurinn ótvírætt mikilvægasti viðskiptasamningur okkar Íslendinga. Hann tryggir íslensku fyrirtækjum aðgang að og jöfn samkeppnisskilyrði á okkar stærstu og mikilvægustu mörkuðum. Mér annt að við búum okkar atvinnulífi starfsskilyrði þannig að innlend reglusetning leiði ekki til þess að það fari halloka í samkeppni á innri markaðnum og í alþjóðlegu umhverfi. EES-samningurinn líka hornsteinn þess samfélags sem okkur hefur megnast að byggja upp og skapa hagvöxt og velferð í landinu. Hann snýst ekki eingöngu viðskipti og atvinnulíf heldur líka mjög
mikilvæg og verðmæt frelsi fyrir íbúa á Íslandi og þess vegna skiptir máli að hlúa að samningnum og það skiptir máli að viðhalda sátt samninginn og annast hann almennilega. Það ekki síst á óvissutímum í alþjóðamálum eins og við horfum upp á núna sem að samstarf eins og EES-samstarfið sannar gildi sitt. Og það skiptir máli að hafa trausta kjölfestu í utanríkisviðskiptum við önnur lýðræðisríki sem að deila með okkur sömu grundvallar gildum. Það eykur fyrirsjáanleika og treystir stöðuleika. EES-samningurinn þannig mikilvæg fótfesta í efnahagsmálum okkar, rétt eins og NATO-aðildin og varnarsamningur við Bandaríkin eru fótfestan í öryggismálum. Og það skiptir máli á óvissutímum og þess vegna EES-samningurinn svo þýðingarmikill. Og það ógnar auðvitað samkeppnisskilyrðum fyrirtækja okkar ef að við erum hér að bæta við heimasmíðuðum ákvæðum með gullhúðun EES-reglna sem eru íþyngjandi fyrir efnahagslífið. Að sama skapi það slæmt fyrir orðstíð og trúverðugleika EES-samningsins ef að verið að gullhúða EES-reglur og samningnum svo að ósekju kennt allt sem á eftir kemur. Þar segja hann sé hafður fyrir rangri sök. Eflaust það stundum fyrir mistök eða aðgæsluleysi að gullhúðun á sér stað. En við þurfum þá líka að vera tilbúin að viðurkenna það þegar við göngum á langt í lagasetningu. Það hluta því að vera í stjórnmálum og taka það að sér að skrifa frumvörp og við verðum að geta tekið ábyrgð á því. Í grunninn snýst þetta ekki síst að vanda til verka og tryggja gagnsæi í lagasetningu. Það getur alveg verið að það sé hagkvæmt að nota ferðina þegar að verið að innleiða EES-reglur og breyta lögum. Það eru mörg frumvörp sem að fara inn í þingið á hverjum einasta þingvetri og það ekkert endilega skynsamlegt að brjóta það alltaf upp þannig að frumvörpunum bara fjölgar. En þetta verður einfaldlega að vera aðgreint og skýrt. Það verður að vera alveg skýrt hvað leiðir af EES-samningnum og hvað þá heimatilbúið. Það þarf að færa rök fyrir því og skrifa það skýrt út hvers vegna það gert, þannig að hægt sé að taka upplýsta ákvörðunum hjá löggjafarvaldinu hvort þau séu sammála því. Ástæður fyrir viðbótarreglum og áhrifamat á þeim þarf að liggja fyrir svo löggjafinn geti tekið þessa upplýstu afstöðu. Og einn liður í því líka að rýna þá löggjöf sem að fyrir þegar verið að innleiða EES-reglur, svo þar bætist ekki við ofan á það sem að fyrir og leiði þannig sömuleiðis til gullhúðunar. Að þessu vikið í skýrslunni en ég sé ástæðu til þess að ítreka þetta sérstaklega hér. Og þegar við horfum til þess hversu umfangsmikið þetta verkefni orðið nú þegar og hvort við eigum að fara að taka til afturvirkt og eða horfa fram á veginn, að þá segi ég allavega fyrir mitt leyti, það miklu líklegra til árangurs og skilvirkari leið að draga línu í sandinn og segja nú hættum við þessu, nú skrifum við löggjöf eins og á að skrifa hana og hluti af því nýja verklagi sem að hér kynnt þýðir þá líka að þegar að verið að innleiða nýja reglur og við eigum til að mynda gamlar íslenskar reglur sama efni að þær séu þá fjarlægðar, að við fellum þær brott samhliða. Þannig að við séum ekki alltaf að byggja ofan á það sem fyrir þannig að regluverki verði flóknara, að það þurfi meiri sérfræðiþekking og meiri vinnu við átta sig á leikreglum hverju sinni og þannig, ef við gerum þetta til framtíðar, að þá erum við líka að vinda ofan af því sem áður hefur verið gert og einfalda regluverkið í leiðinni. Með auknum gagnsæi þá trúi ég því að atvinnulífið geti þá líka haldið okkur betur við efnið og jafnframt hjálpa okkur við að greina áhrifin af reglunum sem við setjum. Það slæmt að heyra þegar það upplifun fólks að hér séu reglur frá Brussel bara stimplaðar, mótrakalaust og færibandi. Hér eru þetta engin lög sett án aðkomu þingsins, í gegnum fastanefndir þingsins, í gegnum 3 umræður og atkvæðagreiðslu. Þeir sem að halda því fram að þetta sé stimplað án umræðu, án þess að það fari í gegnum Alþingi, þeir eru þá annarkvort að halda því fram gegn betri vitund og eru þá að slá ryki í augu fólks. En gullhúðun einmitt til þess fallin að hjálpa til við svona málflutning. Mig langar að þessu tilefni að þakka sérstaklega, þó ég hafi gert það persónulega, en gera það líka hér, starfshópnum fyrir mjög góða vinnu, greinargóða skýrslu og vel unnin störf. Þetta mjög kjarnirt, þetta nægilega stutt og þegar maður lesi gegnum þetta þá einhvern veginn sem oftast með góða vinnu, þá hugsa maður, býtu en ekki hvað. Auðvitað þetta svona, auðvitað þurfum við að gera það sem þarna segir. Hópurinn fékk ekki langan tíma til starfa og myndi kannski flokkast sem spretthópur þótt við höfum ekki kallað hann það og kannski ættum við bara að gera meira af því. Og ég sömuleiðis ánægð með það hópurinn lagði sem ég fram með það skilinnan tímamarka. Ég mun á morgun leggja til í ríkisstjórn að unnið verða úrbótum á grundvelli tillagnahópsins og vonast til þess að við sjáum árangur af þeim þegar á næsta löggjafarþingi og
Þau munu fara betur yfir það hvernig þeim var tekið innan kerfis, en það var jákvætt að finna að það engin sérstakur vilji til þess að vera með ógagnsæi og óskýra gullhúðun og einhvern veginn kenna EES-samningnum eitthvað sem ekki honum að kenna, en það þarf samt alla saman í það að laga þetta. Þetta verður að vera hvert eitt og einasta ráðuneyti, sérfræðingar sem eru að skrifa, það þarf að vera pólitískur vilji hjá ráðherranum, þetta þarf að vera skýr stefnumörkun hjá ríkisstjórn, þetta þarf að vera þannig að niður á þingi séu þingmenn inn í nefndum með þessi gleraugu á sér og við gerum öll þær kröfur sem að manni finnst svo sjálfsagðar, það lágmarkskröfur og það sem einfaldlega tekið skýrt fram þegar verið að ganga lengra eða setja einhverjar nýjar reglur og því klínt á eitthvað sem við þurfum að innleiða í gegnum EES-samninginn. Því að ég ekki hér til að segja að allt sem að þaðan kemur sé fullkomið fyrir aðstæður á Íslandi, en ég að segja að þegar við höfum frelsi til þess að aðlaga það að okkar hagsmunum, að það að gera það, og þegar við tökum pólitíska eða kerfislega ákvörðun að ganga lengra, að þá lágmarkskurteisi, að það sé skýrt tekið fram, þannig að þau sem að taka við málinu og fara með það í gegnum þinglega meðferð geti tekið upplýsta ákvörðun og gagnvart þeim sem þurfa síðan að vinna eftir regluverkinu, að þau geti séð það mjög skýrt hvað verið að leggja til, af hverju, hvað EES og hvað eru viðbót. Vegna þess að við eigum ekki að leggja þær kröfur á hvort sem að það eru hagsmunasamtök eða bara fyrirtæki út í bæ sem þurfa að skilja hér leikreglur, við gerum það kröfum að þeim fylgi þeim, að það þurfi meiri háttar grunn og sérfræðiþekkingu og tilkostnað til þess að átta sig á okkur sem á bara að vera skýrt. Þannig að ég að minnsta kosti heiti því fyrir mitt leyti og vonast til þess að ríkisstjórnin sé því sammála að við göngum í það að hrinda þessum tillögum í framkvæmd, að við sjáum árangur fljótt og vel og helst þannig að við getum mælt hann og það sem að við höfum verið að gera undanfarin missir og undanfarin ár, að við bara hættum því. Að öðru leyti ætla ég að eftirláta þeim Brynjari, Margréti og Maríu að kynna niðurstöður sínar og tillögur og gef orðið til formanns hópsins, en þau hafa skipt með sér verkum með þessa kynningu. Takk fyrir mig og Brynjar, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ráðherra og gestir. Ég sem formaður starfshópsins ætla að gera örlítið grein fyrir tilurð hans og vinnunni okkar, en síðan munu félagar mínir hér í starfshópnum, María og Margrét, fara nánar út í það tillögur sem niðurstaða hópsins. En það hefur náttúrulega verið þannig undanfarin ár, og jafnvel áratugi, að margir hafa gagnrýnt það svokölluðu gullhúðun, það að segja að við göngum lengra og jafnvel íþyngjandi heldur en innleiðingargerðin segir til og menn hafa haft talsverðar áhyggjur af þessu. Og ég man þetta sjálfur þegar ég var á þinginu að menn svona voru svolítið tómarúmi með þetta. Verið að bæta ykkur við, þetta alveg eins og gerðin og svo framvegis og hagaðilar höfðu áhyggjur því að það væri íþyngjandi og óþörfu. Þannig að ríkisstjórnin ákvað núna í haust að fara yfir þessi mál og stofna, eða setja á laggirnar að utanríkisráðuneytið tilnefna menn í starfshóp. Það sem þær kemur fram, hvernig staðan á þessu og leggja fram tillögur úrbætur. Nú, starfshópurinn tók til starfa bara mánaðamótin janúar, febrúar þessu ári og við fórum þá leið að leita fanga, fá upplýsingar, umsagnir, tillögur, ábendingar frá hagaðilum, frá stjórnarráðinu, frá starfsmönnum þingsins og víðar og til þess að svona átta okkur á þessu umfangi og við svona unnum þetta þannig séð eftir upplýsingum frá öðrum. Niðurstaðan í svona aðalatriðum sú að það talsvert umfang í gullhúðun á EES-gerðum. Og það sem meira að
Það ekki í öllum tilfellum gerð grein fyrir þeim og það sem gerð einhver grein fyrir þeim rökstuðningur mjög takmarkaður, mat á áhrifum lítið sem ekkert og síðan áttar enginn sjá hvað að gerast fyrir allt búið og gert. Þetta svona megin niðurstaðan. Og þá var spurningin okkur að fara ekki að leita einhverjum sökudólgum eða benda á einhverjum sökudólga, heldur leggja til tillögur, ákveðnar tillögur það sem þær munu fara hér félagar mínir yfir nákvæmlega eftir. Hvernig getur komið í veg fyrir gullhúðun þannig að hún sé til skaða, því það auðvitað þannig að þetta getur skipt okkur verulegu máli að það sé ekki íþyngt íslensku atvinnulífi og þar með neytendum meira heldur en þörf á. Jafnvel þó að okkur finnist einhver markmið göfug og viljum ganga lengra og sýnum að við séum duglegri og við séum betri, að þá verður að vita hvað áhrif það hefur. Og þess vegna leggjum við hér fram tillögur til að öllum sé ljóst áður en og seint rassinn gripið. Hvað á ferðinni, af hverju þetta gert og hvað áhrif það kann að hafa. Þetta mjög mikilvægt fyrir íslenskt atvinnulíf. Ég ætla ekki að hafa þessi orð lengur en bið Margréti næst að koma og fjalla nánar þessar tillögur og síðan kemur María eftir henni. Takk fyrir. Já, takk Brynjar, ráðherra og góðir gestir. Mér var falið að fjalla efnislega tillögur starfshópsins aðgerðir gegn gullhúðun og mun ég hér á eftir fjalla umfang gullhúðunar í íslenskri löggjöf, þær kröfur sem til hennar eru gerðar og síðast en ekki síst úrbóta tillögur starfshópsins. En áður en lengra haldið rétt að gera nákvæmlega grein fyrir því hvað felst í þessu margumtalaða hugtaki gullhúðun. Gullhúðun notað það þegar stjórnvöld einstakra ríkja ganga lengra og gera ríkari kröfur í innleiðingarlöggjöfinni en felst í þeim lágmarkskröfum sem eru gerðar í EES-löggjöfinni sem verið að innleiða. Og hugtakið var fyrst notað í Bretlandi og við höfum heimildir notkun þess allt frá árinu 1973, það árið sem Bretland gekk í Evrópusambandið. Nú nánari skilgreiningu á hugtakinu að finna í skýrslu starfshópsins aðgerðir gegn gullhúðun og samkvæmt henni telst það vera gullhúðun að setja ítarlegri reglur umfram þær lágmarkskröfur sem kveðið á í EES-löggjöfinni sem verið að innleiða, víkka út gildissvið EES-löggjafarinnar í innleiðingarlöggjöfinni, nýta ekki til fulls þær undanþágur sem kveðið á í EES-löggjöfinni, viðhalda heimasmíðum lögum sem kveða á strangari skilyrði, setja strangari viðurlög við brotum á EES-löggjöfinni en venjan í innlendri lagasetningu og loks að innleiða EES-löggjöfina of snemma. Nú en áður en lengra haldið rétt að taka fram að gullhúðun heimil. Ef löggjöf sem stofnanir ESB setja byggir á svokallari lágmarkssamræmingu beinlínis gert ráð fyrir því að aðildarríkin geti eftir atvikum sett ríkari kröfur. Aðildarríkjunum þó óheimilt að setja innlendar reglur sem gera minni kröfur en felst í lágmarkskröfum þeirra löggjafar sem verið að innleiða, en hins vegar heimilt að setja reglur sem gera ríkari kröfur. Þá gullhúðun einnig heimil samkvæmt íslenskum lögum og reglum, en hins vegar mjög mikilvægt að þegar ákveðið að gullhúða íslenska löggjöf sé þeim kröfum sem slíkt gildir fylgt og ég mun koma betur inn á hér eftir hvaða kröfur það eru. Nú en gullhúðun getur verið alls konar, hún getur verið íþyngjandi fyrir einstaklinga og lögaðila, en hún getur einnig verið til hagsbóta og unnin í góðu samráði við hagsmunaaðila. Fulltrúar atvinnulífsins hafa lengi gagnrýnt að við innleiðingu EES-gerða í landsrétt sé verið að beita gullhúðun í ríkum mæli og í umsögnum sem bárust starfshópnum í gegnum samráðsgátt var meðal annars bent á að gullhúðun dragi úr samkeppnishæfni atvinnulífsins
þar sem einstaklingar og fyrirtæki hér á landi þurfa þá að búa við strangari skilyrði og kröfur en alla jafna eru gerðar í öðrum ríkjum á hinu evrópska efnahagssvæði. Og gagnrýni af þessum toga kveikjan af þeirri vinnu sem búin að vera í gangi við að skoða hvernig unnt sé að draga úr beitingu gullhúðunar. Það ekki hlaupið að því að staðreyna í hversu miklu mæli gullhúðun beitt, en við höfum þó nýlega rannsóknir sem benda til þess að umfang hennar sé talsvert. Þannig kemur fram í skýrslu umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins sem birt var í janúar á þessu ári að af þeim 27 stjórnarfrumvörpum sem innleiddu tilskipanir í íslenska rétt á tímabilinu 2010 til 2022 voru tilvikum gullhúðun í 11 þeirra eða í 40% tilvika. Og það vill nú reyndar þannig til að höfundur þessara skýrslu sú sem hér stendur. Þá kemur fram í nýbirtri ML-ritgerð Sigrúnar Önnu Gísladóttur sem skoðaði löggjöf á sviði fjármálamarkaða á tímabilinu 2015 til 2023 með tilliti til gullhúðunar að í rúmum helmingi þeirra frumvarpa sem skoðað voru einhver tilvik gullhúðun. Þá var í þeim umsögnum sem bárust starfshópnum í gegnum samráðsgátt reifuð allmörg tilvik gullhúðun á hinum ýmsu sviðum. Og allt framangreint bendir til þess að beiting gullhúðunar í íslenskri löggjöf sé talsvert algeng. En nú ætla ég að snúa mér að þeim lögum og reglum sem gilda gullhúðun hér á landi. Sem fyrr segir ekki óheimilt að gera meiri kröfur í innleiðingarlöggjöf en leiðir að lágmarkskröfum þeirra Evrópureglna sem verið að innleiða. Hins vegar þarf í frumvörpum þar sem slíkt gert að tilgreina það sérstaklega og rökstyðja. Og þessi skylda leiðir af 1. málsgrein 37. greinar laga 55/1991 þingsköp Alþingis, 8. grein reglna þinglega meðferð EES-mála og 13. greinar samþykktar ríkisstjórnarinnar undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa. Nú fyrrgreind rannsókn sem ég vann fyrir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið leiddi í ljós að misbrestur á því að þessar kröfur laga og reglna séu uppfylltar. Þannig var í helmingi af þeim innleiðingarfrumvörpum sem ég skoðaði þar sem gullhúðun var beitt í fyrrnefndri skýrslu þess ekki getið með skýrum hætti að verið væri að gera meiri kröfur en leiðir af lágmarkskröfum viðkomandi EES-reglna. Og þá var rökstuðningur fyrir því að beita gullhúðun undantekningarlítið takmarkaður. Nú rannsókn mín leiddi þannig í ljós að misbrestur á því að innleiðingarfrumvörp séu í samræmi við fyrrgreind lög og reglur. Og fyrrnefnd ML-ritgerð Sigrúnar Önnu Gísladóttur bendir til þess að það sama eigi við gullhúðun á sviði fjármálamarkaða. Eins og staðfest var á samráðsfundum starfshópsins hefur þetta ástand í för með sér að jafnan þörf á tímafrekri og umfangsmikilli greiningarvinnu við meðferð innleiðingarfrumvarpa til að átta sig á því hvort verið sé að beita gullhúðun. Og það vinna sem yfirleitt unnin af hálfu hagsmunaaðila og á kostnað þeirra. Það skiptir höfuðmáli að alþingismenn og hagsmunaaðilar séu upplýstir ef ætlunin að gera meiri kröfur í innleiðingarlöggjöfinni en leiðir af lágmarkskröfum viðkomandi EES-löggjafar. Og æskilegt að vekja athygli sérstaklega hagsmunaaðila á því eins fljótt og unnt í undirbúningsvinnu frumvarpsgerðar. Og úrbótatillögur starfshópsins miða meðal annars að því að ná þessu fram og ætla ég þessu næst að fjalla þær. Nú í fyrsta lagi leggur starfshópurinn til að strax í undirbúningsferli löggjafar sé vakin sérstök athygli hagsmunaaðila á því ef til stendur að beita gullhúðun. Gert væri þó ráð fyrir slíkri upplýsingagjöf í fyrirframgefnum sniðmótum stjórnarráðsins en þá yrði bætt við spurningum gullhúðun í eyðublaði áform lagasetningu sem svo væri kynnt í samráðsgáttinni. Hið staðlaða eyðublað áform lagasetningu útbúið af forsætisráðuneytinu og til þess gert að kynna áform lagasetningu fyrir hagsmunaaðilum og almenningi í samráðsgáttinni strax á upphafsstigum frumvarpsgerðar.
Með fyrrgreindri breytingu á eyðublaðinu þyrftu frumvarpshöfundar þannig að svara því með skýrum hætti strax á upphafsstigum frumvarpsgerðar hvort til standi að gera ríkari kröfur í innleiðingarlöggjöf en leiðir á lágmarkskröfum þeirra löggjafar sem verið að innleiða og ef svo rökstyðja af hverju hafi verið ákveðið að fara þá leið auk þess að leggja mat á áhrif þess og kostnað. Á sama stað yrði einnig greint frá því hvort vikið væri frá meginreglunni hrein innleiðingarfrumvörp en í því felst að ekki sé verða að blanda saman í eitt lagafrumvarp innleiðingum á EES-gerðum og svo einhverjum öðrum séríslenskum reglum sem falla utan gildissvið og markmiðs viðkomandi EES-gerðar. Í öðru lagi leggur starfshópurinn til að greint sé frá því með skýrum og skilmerkilegum hætti í sérstökum kafla í lagafrumvörpum ef ákveðið að beita gullhúðun og slík leið rökstudd sérstaklega og lagt mat á áhrif þess að fara slíka leið, til dæmis varðandi viðbótarkostnað og samkeppnishæfni. Væri slíkan kafla þá að finna í sniðmóti lagafrumvarpa. Eins og staðan núna misjafnt hvort yfir höfuð sé fjallað í innleiðingarfrumvörpum hvort verið sé að beita gullhúðun og þá engin regla á því hvar í frumvörpum slíkar upplýsingar kann að vera að finna. Og þetta hefur í för með sér að nauðsynlegt fyrir hagsmunaaðila og alþingismenn að lúslesa frumvörpin til að reyna að átta sig á því hvort einungis sé verið að fylgja lágmarkskröfum viðkomandi EES-gerðar eða hvort að verið sé að beita gullhúðun. En með því að hafa sérstakan kafla tileinkaðan þessu álitamáli verður mun auðveldara fyrir bæði alþingismenn og hagsmunaaðila að átta sig á því hvort verið sé að beita gullhúðun. Í þriðja lagi leggur starfshópurinn til að gerð verði krafa það í verklagi við innleiðingu tilskipana að samanburðartafla sé unnin samhliða frumvarpi við innleiðingu á tilskipunum. Þetta verklag myndi auðvelda alþingismönnum og hagsmunaaðilum að átta sig á með hvaða ákvæði frumvarpsins gengið lengra en felst í lágmarkskröfum viðkomandi EES-gerðar. Þetta svona aðeins tæknilegt atriði sem ég ætla ekki að fjalla nánar hér. Í fjórða lagi lagt til að þegar drög að stjórnvaldsfyrirmælum sem innleiða EES-gerð birt í samráðsgátt sé þess getið með skýrum hætti ef stjórnvöldum veitt svigrúm með innleiðingu þeirra gerðar sem ræðir og hvort og hvernig það svigrúm nýtt við innleiðinguna. Þrátt fyrir að í skýrslu starfshópsins sé aðalega fjallað innleiðingu EES-gerða með lagafrumvörpum raunveruleikinn sá að mikill meiri hluti EES-gerða innleiddur með stjórnvaldsfyrirmælum og þá aðalega reglugerðum. Og ekki gilda sömu kröfur við setningu stjórnvaldsfyrirmæla eins og við gerð lagafrumvarpa, til dæmis að því varðar samráð við hagsmunaaðila, rökstuðning fyrir beitingu gullhúðunar og svo framvegis. Engu að síður í raun jafn brýnt að hagsmunaaðilar séu upplýstir ef verið að gera ríkari kröfur í innleiðingar reglugerð en nauðsynlegt Felst í framangreindri tillögu starfshópsins að svo sé gert, það þegar stjórnvaldsfyrirmæli sem innleiða EES-gerð birt í samráðsgátt, sé vakin sérstök athygli hagsmunaaðila á því ef verið að gera ríkari kröfur en nauðsynlegt Síðast en ekki síst leggur starfshópurinn til að hvert ráðuneyti skoði hvort gullhúðun hafi átt sér stað á málefnasviðum sínum í gildandi löggjöf og taki upplýsta afstöðu til þess hvort ástæða sé til að afhúða löggjöfina. Í sumum tilvikum kann niðurstaða ráðuneytanna vera svo að gullhúðun hafi átt rétt á sér og ekki sé ástæða til breytinga, en í öðrum tilvikum kann slík skoðun að leiða til breytinga. Og hérna geta auðvitað hagsmunaaðilar lagt sitt á vogarskálarnar og bent ráðherrum og einstaka þingmönnum á óæskileg tilvik gullhúðun. En nú ætla ég að láta staðar numið og María Guðjónsdóttir ætlar að taka við að mér og fjalla nánar áhrif og kostnað gullhúðunar. Ráðherra, fundarstjóri, góðir gestir. Ég ætla að ræða aðeins áhrifin og af hverju við erum að þessu.
Sko, EES-samningurinn veitir okkur aðgang að markaði sem 1000-falt stærri en við hér á Íslandi. Og markmiðið meðal annars að samræma leikreglur á milli landa og þannig örva viðskipta efnahagsleg tengsl. Og við teljum að það er mjög mikilvægt að íslensk fyrirtæki búi við sama regluverk og önnur fyrirtæki í Evrópu. Annars hættu því að samkeppnisstaðan skerðist. Og gullhúðun getur visslega oft verið meinlaus, en hún getur líka reynst mjög kostnaðarsöm. Og ég ætla að sýna ykkur hérna lítið dæmi hvað getur gerst. Þetta varðar tilskipun ófjárhagslegar upplýsingar og upplýsingar fjölbreytileika, svokölluð NFRD-tilskipun. Og hún hér innleidd með frumvarpi til laga breytingu á lögum ársreikninga undir heitinu einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar. Þannig þið sjáu að strax erfitt átt að sjá að það verið innleiða NFRD-tilskipunina. Sem fyrr sagði, þá áherslan á aðra tilskipun. Það reyndar líka gullhúðað, en látum það liggja með tilhluta. Umfjöllun þessa tilteknu tilskipun í frumvarpinu mjög rýr og það ekki getið að það sé verið að íþyngja hvorki tilgreint né rökstutt og það ekkert mat á áhrifum. Svona kannski til að útskýra líka bara hvernig þetta getur gerst að þetta verðist að fara framhjá öllum. Þingnefndin ávarpar þetta ekki og það eru 17 hagsmunaaðilar sem skila umsögnum frumvarpið og enginn vekur athygli á þessu. Og ef við skoðum þessa fyrrgreindu skilgreiningu sem starfshópurinn studdist við, þá sjáum við að við innleiðinguna voru reglur umfram lágmarkskröfur og gildissvið útvíkkað. Því að samkvæmt tilskipuninni átti hún eingöngu ná til félaga sem varða almannahagsmuni og uppfylla 2 af 3 skilyrðum sem eru þá 6 milljarða velta, stærð efnahagsreiknings yfir 3 milljarða og starfsmannafjölda yfir 500. En það sem við gerum, við látum hana ná til allra félaga sem varða almannahagsmuni, óhæð stærð veltu og fjölda starfsmanna, en ekki nóg með það, heldur nefnum til allra félaga sem uppfylla 2 af þessum 3 skilyrðum, nema við lækkum líka við með niður 250. Þannig að varandi eins og undan þá innleiðingin sjálf gegn tilskipunni því hún segir orðrétt. Lítil og meðalstór fyrirtæki ættu að vera undan þeim viðbótarkröfum og skyldan að birta skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði ætti einungis að gilda stóru fyrirtækin sem varða hagsmuni almennings og þau fyrirtæki sem eru móðurfyrirtæki stórra samstæðu. Þannig tilskipunin sjálf talar að þeir alls ekki að gilda lítil og meðalstór fyrirtæki, bara þau stóru, bara þau sem varða almannahagsmuni, en við förum akkurat í áttina. Nú viðurlög voru þyngd, það ekki alveg ljóst á frumvarpinu hvaða tilskipunu verið að þyngja, en heilt yfir voru viðurlög þyngd og svo var hún líka innleidd fyrr enn í Evrópu. Þannig að hún nánast tekur í öll bóksin. Og hvaða afleiðingar hafði þetta? Jú, 8 sinnum fleiri fyrirtæki féllu undir tilskipunina. Þetta sem sagt í stað fyrir 35, þá eru þau 268 og þetta þýðir að frá gildistöku, í staðan fyrir að fyrirtækin hafi skilað 260 skýrslum á þessu tímabili þær nær 2000. Og þessar skýrslur ekki ókeypis og þessi vinna því að það kostar íslenskt fyrirtæki 8,2 milljónir á hverju ári að framfylgja lögunum. Þannig viðbótarkostnaður atvinnulífsins það bil 2 milljarðar á hverju ári. Nú skýrslugjöf skapar visslega umsvif, en hérna ekki verið að skapa verðmæti og þessum fjármunum hefði eflaust verið betur varið í raunverulega verðmætasköpun. Og ég ætla líka að leyfa mér að efast að þessi íþyngjandi innleiðing hefði náð í gegn ef mat á áhrifum hefði verið framkvæmd og að þingmenn hefði vitað þeir voru að leggja þessa kvaðir á fyrirtækin. Og svo nú, þegar við erum öll að venst því að ræða gullhúðun, þá ætla ég að velta upp spurningunni hvort við séum líka jafnvel að stuðla einhvers konar mítasar áhrifum. Þannig að það sem gullhúðað eigi hættu á að smita út frá sér og húða annað gulli. En það nefnilega akkurat það sem gerist þessa innleiðingu. Því að svo kom önnur sjálfbærni tilskipun eða reglugerð frá ESB, svo kvöldlega flokkunarreglugerð.
og í henni vísað í gildissvið NFRD sem við innleiddum með íþyngjandi hætti sem þýðir það að við innleiddum flokkunarreglugerðina líka með íþyngjandi hætti. Þannig að það sem húðagulli á það til að smita út frá sér og húða annað gulli. Sko, óskin var Mídas ekki til heilla og hann bað að hún tekin aftur og ég held að við getum sagt að þetta hafi ekki orðið okkur til heilla heldur. Og þær tillögur sem við hefum lagt hér fram í dag ættu að draga úr hættuna á því að gullhúðun sé beitt, en þeim þarf auðvitað að fylgja pólitískur stuðningur, aðhald og eftirfylgni. Og í grunninn það þannig að samkeppnishæfni Íslands okkur öllum mjög mikilvæg og það leitun einfaldara og ódýrari leið að stuðla að aukinni samkeppnishæfni og einfaldlega hætta íþyngja innfluttu regluverki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og það skemmtilegt að hér búið að vera margar myndskreittar glærur en það var enginn sem þorði að nota myndina af útlaganum, gullhúðuðum og hann vildi örugglega ekki láta gullhúða sig og kannski ættum við að tala útlaga áhrifin frekar heldur en Mídasar-áhrifin í þessu samhengi. En við höfum smá tíma fyrir spurningar og ég myndi kannski bara biðja ráðherra og starfshópinn að tylla sér upp og ef að fólk vill spyrja, þá erum við með mikrofón sem getur gengið og ég myndi bara fyrir streymið að fólk kynni sig og frá hverjum það og það er komin ein og kannski tökum nokkra saman. Já, takk fyrir áhugavert erindi. Ég heiti Arndís Anna og ég alþingismaður. Ég vil byrja á því að segja að ég fagna allri vinnu sem miðar að því að við gefum frá okkur vandaðri lagasetningu og svona faglega framsetningu lagafrumvarpa. Myndi persónulega vilja sjá sambærilegt átak þar sem að frumvörp eru borin saman við stjórnarskrá áður en þau fara inn til Alþingis. En ég með tvær spurningar. Fyrsta lagi varðandi skilgreininguna á gullhúðun, hvort að það sé skilgreiningaratriði að hún sé íþyngjandi. Af því að ég svo sem ekki með nein dæmi í huga og þetta eru kannski svona ákveðin svona sértæk svið. Jú, við erum bara stakka með hann á milli. Já, það er annars hvort að það sé skilgreiningaratriði að sé íþyngjandi. Ég þekki engin dæmi en ég get ímyndað mér að stundum sé hægt að ganga lengra heldur en einhver Evrópureglugerð án þess að það íþyngi beinlínis fyrirtækjum og það þá ekki gullhúðun. Hitt sem ég langaði til þess að spyrja ég saknaðist kannski svolítið úr þessari skýrslu, frábært hvað hún stutt og hnitmiðuð en þá stundum líka kannski fyrir okkur upplýsingafíklana þá langar maður kannski að vita meira. Ég saknaði þess að sjá samanburð önnur ríki af því það talað að gullhúðun leiði til þess að það séu gerðar strangari kröfur en alla jafna eru gerðar í öðrum ríkjum. En í sjálfu sér ekkert því til stuðnings. Þar sem að ræða þetta lágmarksregluverk, þessar lágmarkskröfur sem Evrópusambandið gerir til aðildarríkja. Og ástæðan fyrir það eru bara gerðar ákveðnar lágmarkskröfur og þakið ekki sett tilgreint það að löggjöfin sé víða strangari. Þannig að mér langaði kannski dálítið að spyrja út í það hvort að það hafi verið gerð einhver úttekt á stöðu þessara mála í öðrum ríkjum og hvort það sé raunverulega þannig að með því að gullhúða innan gæsalappa að þá séum við alltaf að gera strangari kröfur en alla jafna eru gerðar í öðrum ríkjum. Takk hérlega fyrir þetta málþing, mjög áhugavert. Aðrir sem vilja fá, já, Birgir. Já, Birgir Þórarinsson, alþingismaður, takk fyrir þennan fund og þessa mikilvægu vinnu sem farið fram varðandi þessa skýrslu. Mér finnst niðurstöðurnar svolítið sláandi þegar það kemur sérstaklega kostnaði fyrir atvinnulífið. En ég hjó eftir því að það var ein af tillögunum var rýni ráðuneyta. Þið kannski getur útskýrt það eins betur. Mér finnst eins að það kom einhvern veginn þannig fram að þetta sé lagt svolítið í hendur ráðherra að taka eitthvað svona úrslita ákvörðun það, hvort þetta sé í lagi eða ekki. Við getum haft einhvern tímann í framtíðin einhvern ráðherra sem bara mjög hrifinn gullhúðun
og hérna, ef þið getur kannski farið aðeins betur yfir þetta. Þetta fannst mér vera svolítið ekki alveg á hreinu. Takk. Tökum einu viðbót. Já, góðan dag og takk fyrir ljómandi góða kynning og góða skýrslu sem ég rendaði sig í morgun. Ég heiti Aðalheiður Jóhannsdóttir og er prófessor í lögfræði við lagadeild Háskóla Íslands. Ég er með 2 aðferðafræðilegar spurningar. Önnur er þessi, að hvaða marki var dómaframkvæmd ESB tekin inn þegar þessar heildarniðurstöður gullhúðun voru skoðaðar, og hinn var það eiginlega bara skýrsluna sem var komin áður þessi 40% og hvort að það sé ekki svolítið hátala með við það að í þeirri skýrslu voru bara stök ákvæði úr einstökum lagabálkum tekin, en það er eins og fjöldi lagabálkana myndi þessi 40%. Þannig ég bara speglur í hvort að það geti verið ofmat. Þá var ég að hugsa skýrsluna sem að kom út áður. Takk. Kannski bæti einni við, ég sá Kristján rétt upp hönd. Nýta ferðina. Já, þakka fyrir þennan fund, kærlega á þessa skýrslu sem ég hef ekki reynda að lesið en mun reyna að sökka mér ofan í hana. En það er eitt mál, útfærsla á þessu sem ég hef reynda að leggja eða tala við marga þingmenn og ýmsa í atvinnulífinu og hvernig væri best að koma þessu frá sér þessum Evrópulögum og reglugerðum. Mín tillaga hefur verið sú að allar þessar gerðir séu birtar eins og alþjóðasamningur. Þeir eru birtir þannig að öðrum megin á síðunni er til dæmis enski textinn af þessu sem verður að þýða og íslenska þýðingin hinn megin. Þá þarf ekki að hafa 100 manns í að leita að einhverju gullhúðun. Atvinnulífið finnur þetta bara sjálft og kostar ríkissjóð ekki krónu. Takk. Ljómandi gott. Við tökum þessa 4 þá saman og kannski bara spurning Þórdís, vilt þú byrja kannski? Já. Ég skal gera það, en ég held ég sinni eiginlega betra að ég taki þetta nú svolítið tæknilegar spurningar, sko. Hvort það var samanburður við önnur lönd, ef að gengið er lengra en þó með ívilnandi hætti, hvort að það flokkist samkvæmt hugtakaskilgreiningu sem gullhúðun, rýni ráðuneytin á textin í skýrslunni það, dómaframkvæmd ESB með inn í þessu, þannig ég held að það sé kannski betra að bara gefa Margréti fyrst og ef það er eitthvað pólitískt í lokin sem ég get bætt við. Ég veit ekki hvort það heyrst því sem ég. Jú, það heyrist. Heyrist í honum? Já, ok. Ef það eru tæknilegar spurningar, þá er ég. Heyrðu, hvort þessi skilgreiningaratriði að það séu strangari kröfur. Þetta reynu gullhúðun ef það eru gerðar strangari kröfur en nauðsynlegt en það er líka gullhúðun til dæmis það að nota ekki undanþágur sem má nota. Já, það er í rauninu það sé íþyngjandi, en þetta er samt, þetta er svolítið rúm skilgreining sem hún er að finna þarna í skýrslunni, að líka bara ef það er ekki notaðar undanþágur til dæmis, að þá sé það líka gullhúðun. Ef að gildissvið er víkkað út, það er einhverju marki íþyngjandi, en samt, gullhúðun getur verið íþyngjandi, en hún getur líka rauninni verið bara jákvæð. Þannig að þetta er svona svolítið hvað við segjum þessi íþyngjandi. En ef það er ívilnandi, hvað var það ekki? Já, ef það er ívilnandi er það ekki gullhúðun. Þannig að þetta það er verið að ganga lengra, það er verið að gera einhverjar meiri kröfur heldur en þarf að gera. Þannig í þeim skilningi er það þá íþyngjandi, en það þarf ekkert alltaf að vera neikvætt. Það getur verið að við séum að ganga lengra til að vernda umhverfi eða eitthvað slíkt. Þannig að það er nú líka bara það sem einum getur fundist neikvætt íþyngjandi getur öðrum fundist jákvætt íþyngjandi. Þannig en við skilgreinum þetta frekar vel í skýrslunni og vorum mjög glöð að finna svona, þetta er svona erlendar skilgreiningar sem við fundum á nokkrum stöðum. Þannig að þetta er vel skilgreint. Kannski aðeins að koma inn á þetta með 40% töluna. Það er þannig að tilvik þetta þá fyrri skýrslan sem ég gerði fyrir umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, að í tilvik gullhúðun var í 40% frumvarpanna sem innleiddu tilskipanir. Það er auðvitað ekki 40% tilvika, því ég veit ekki hversu mörg tilvik við ættum að segja að sé í hverju einu frumvarpi, en í 40% tilvikana sem við innleiddum
tilskipanir voru einhver tilvik gullhúðun. Við skoðum ekki dómaframkvæmd ESB þar sem við erum í rauninni, það var í rauninni bara ekki þörf á því. Við vorum að skoða íslensku lögin og hvort að þar væru gerðar meira íþyngjandi kröfur heldur en þörf á, þannig að það var fjallarinn alveg fyrir utan þessa rannsókn. Samanburður við önnur ríki, sko það náttúrulega bara væri doktorsverkefni að fara í slíkan samanburð, en við vitum þó og skoðuðum skýrslu, bæði breska skýrslu, danska skýrslu, sænska skýrslu, þar sem að þetta hefur verið skoðað og það ekki þannig að gullhúðun sé sko sér íslenskt vandamál. Þetta líka til umræðu og skoðunar í öðrum ríkjum. Bretaland, meðan að þeir voru í Evrópusambandinu, voru með mjög harða stefnu gegn gullhúðun. Þar var bara til dæmis í gildi meginregla bann við gullhúðun. Þannig að ef það átti að gera ríkari kröfur en nauðsynlegt var, þá þurfti að rökstyðja það algjörlega sérstaklega. Það var það verið að víkja frá meginreglunni. Svíar hafa haft áhyggjur af þessu og líka Danir og fleiri ríki. Það sem kannski gerir okkar vandamál, og hérna ég kannski komin inn á sem Þórdís getur svara betur, aðeins svona pólitíkina, ég ætla að reyna að vera bara tæknilega. En það sem kannski gerir okkar vandamál stundum meira áberandi að við erum svo lítil, þannig að eins og þegar það svona ræða stærðar takmörk, það kröfur sem eiga að gilda bara stærri fyrirtæki, þá kannski smá tilhneigingin hjá okkur, já en þá gildir þetta bara eiginlega ekki nein íslensk fyrirtæki, þannig að við skulum, þannig að þess vegna þetta kannski svona aðeins algengara hjá okkur, en þetta ekki sér íslenskt vandamál. Kannski bara aðeins að fletta við þetta, það þannig að þetta alveg, sko, þessi umræðum gullhúðun, ég meina, hún sannarlega til að mynda bara á milli og hjá öðrum EES-ríkjum sem að finna fyrir því, en líka alveg öðrum. Ég meina, ég veit að þetta umræða að einhverju marki bara til dæmis í Luxemborg og örugglega fleiri ríkjum sömuleiðis. Og síðan náttúrulega bara vaxandi umræða sko samkeppnishæfni, þetta auðvitað bara angi af því, umræða samkeppnishæfni innan Evrópusambandsins og hversu mikill fókus á að regluvæða og búa til og vera oft svona undan öðrum kannski svæðum og annað, að vera að koma með einhverja svona skýra ramma, og það getur verið út frá alls konar markmiðum sem eru oft alveg góð, en það bara vaxandi umræða það hvort að vera að kæfa heimsálfu sem að þarf að sko tryggja samkeppnishæfni sína í samkeppni við aðrar heimsálfur. Og síðan náttúrulega munurinn þú ert komin inn í Evrópusambandslöndin sem auðvitað með bara annars konar framkvæmd, þar að segja þessi beinu réttaráhrif, þar sem að þessi umræða á sér ekkert endilega staða í sama magni, vegna þess að regluverki það bara flæðir inn í regluverki Evrópusambandsríkjanna. Það ekkert verið að taka afstöðu inn í þingunum sko málsmeðferð hvers og eins, heldur bara hluti af því bara þar með orðið hluti af lagasafni ESB-ríkjana sem auðvitað munur á þeim og okkur. Og síðan að því að Margrét nefndi, og ég gleymdi bara áðan í þessu stuttu ávarpi, varðandi þessi stærðarmörk, að sko þetta of algengt að það eru stærðarmörk í innleiðingunum, og að því að við erum svo fá að þá eru fyrirtækin alla jafna smá, og þá eigum við til að búa til okkar eigin stærðarmörk, af því það eitthvað svona, ef hugmyndin að þú ert með smá, fámenn fyrirtæki og svo stærri fyrirtæki, að þá hljótum við einhvern veginn að svona umbreyta því miðað við okkar stærð. En það fer algjörlega gegn sko megin markmiði EES-samningsins sem þetta single market, sem að þetta sé einn leikvöllur með sömu reglum, og það eigi að vera sömu tækifæri fyrir fyrirtæki á Íslandi að athafna sig á öllu EES-svæðinu og fyrir önnur fyrirtæki á EES-svæðinu. Og eðli máls samkvæmt hlýtur það í einhverjum tilfellum að vera erfiðara ef að það fyrirtæki sem hér með strangari ramma í kringum sig, þar að segja meira íþyngjandi, skilgreint með öðrum hætti, heldur en fyrirtæki sem annars staðar á EES-svæðinu. Þannig að það fer gegn því megin markmið. Þannig að ég held til dæmis að þetta sem einhvern veginn, ég veit ekki, þetta bara einhvern veginn svona gerðist, og svo þetta eiginlega núna orðið bara svona, já, þetta ekki eitthvað sem við að horfa til, með einhver stærðarhlutföll, en svo erum við svo fá að við ætlum að gera þetta svona íslenskt. En af hverju? Ekki ef við ætlum að horfa á fyrirtæki sem athafna sig á Íslandi og þá eiga sama möguleika á athafna sig í Þýskalandi, þá eigum við ekki að vera búið til sérstök stærðarmörk fyrir fyrirtækin hér, þegar útgangspunkturinn og megin markmið með þessu öllu saman þetta sé einn og sami markaðurinn. Ég svo sem ekki miklu við þetta bæta. Þetta snýst alltaf heildarhagsmunina að við séum samkeppnishæf
En við höfum þessa tilhneigingu að mínu mati að vera í einhvers konar dyggðaskreitingum í þessu eins og öllu öðru, sko. Og það kemur bara í baki á okkur seinna, sko. Og ég held að það snýst ekki bara hjá okkur, sko, EES-gerði, sko. Ég held að við mættum bara að hugsa með alla okkar löggjöf, meira og minna, sko. Og við beinum því til Þórdísar, hún ennþá á þingi. Já, ég kannski varandi spurningars Kristjáns, við ræddum nú svolítið þýðingar og fleira í starfshópnum og við bindum nú smá vonir við að EES-gáttin sem alltaf að vera betri og betri og gríðarlega mikilvægt verkfæri að með tímanum verði gerðina birtar svona þannig að maður geti samlesið íslensku og ensku. Ég get líka bara upplýst það fyrir frá okkur sem stöndum í EES-málunum í utanríkisráðuneytinu og bara nefna að Birgir Þórarinsson búinn að vera meðal annars forgangumæður þetta mál að þetta á lokametrunum og verður vonandi bara tekið í gagnið núna fyrir sumarfrí að það sé hægt að lesa enska og íslenska útgáfu gerðinni saman hlið við hlið í EES-gagnagrunnum. Verður það þá tekið apróbagning alveg frá byrjun? Já, það er það. Ég held, ef það eru einhverjar loka spurningar, einhver sem vill, ef... Það er búið að svara hana með ráðherra rýn. Já. Já, sko það var þessi síðasta tillaga okkar með að, sko náttúrulega vitum við að það í íslenskri löggjöf fjölmörg tilvik gullhúðun og þá er spurningin hvað á að gera við það og sko þarna rauninni getur þessi starfshópur ekki á 2 mánuðum fara yfir alla íslenska löggjöf og finna öll möguleg og ómöguleg tilvik gullhúðun, það er bara margra mánaða ef ekki ára að vinna. Þannig að það sem við lögðum til rauninni að hvert og eitt ráðuneyti fyrir sig rauninni bara falið að fara yfir sína löggjöf og skoða, sko, einhver tilvikum gullhúðun og eins og við segjum í skýrslunni þá mun örugglega í sumum tilvikum sko vera já, það eru tilvikum gullhúðun og þau eru bara rökstuddu og rétt á sér og það er ekkert við því að gera. En auðvitað, og í öðrum tilvikum þá myndi niðurstaða ráðherra væntanlega vera svo að hérna hefði bara mistök átt sér stað eða það væri engin rök fyrir þessari gullhúðun og það ætti bara að afhúða þetta. Og þarna náttúrulega geta hagsmunaaðilar sko leikið stórt hlutverk í að benda á það sem hafa orðið slæm tilvik gullhúðun. Að þá geta þeir bent ráðuneytunum á eða alþingismönnum að vera með bara pólitískan svona hagsmunabaráttu fyrir því að því sé breytt. Þannig að við höldum að, já, þannig að það er rauninni leiðin til að fara. En auðvitað eins og þú segir, ég meina, sko, þetta í lok dags þá þetta alltaf pólitísk ákvörðun. Þannig að þetta snýst alltaf hvað meirihluti Alþingi vill gera og hvað ráðherra vill gera. Kannski bara aðeins til að bæta við þetta, eins og ég nefndi áðan sko, því að við höfum, þú veist, nú Margrét búin að taka í umhverfisráðuneytinu fara gegnum það, vísbendingar að sama eða sambærilegt sé í fjármálasviðinu. Líklega er þetta bara svona gegnum gangandi. Og þá þetta spurning sko, hvernig í hversu mörgum bitum ætlum við að, þú veist, éta fílinn og ætlum við að fókusa afturvirkt og taka til eða ætlum við að fókusa á að breyta verklagi þannig að við hættum að minnsta kosti að framleiða einhvern veginn meira vesen og meira íþyngjandi til framtíðar. Svo finnum við þetta, ég meina þekkjum það bæði ráðuneytunum og niður á þingi, það auðvitað í sífellu verið að uppfæra allt sem verið að innleiða. Það að segja þú ert með eitthvað regluverk og það uppfært bara mjög reglulega, stundum bara eitthvað pínu lítið og stundum eitthvað aðeins meira. Sem að segja manni að mjög reglulega svona örugglega, nú þekki ég ekki nákvæmlega, svona megin þorri þess sem við erum að vinna með, það kemur reglulega inn á borð til kerfisins og svo í framhaldinu til þingsins með einhverju uppfærslu. Og ef að við raunverulega hrindum þessi framkvæmd fljótt, að þá bara fer það að koma á færibandi, mismiklum hraða þetta og eitthvað, inn á borð, þar sem að segir, hér er verið að uppfæra eitthvað smá, þetta nú bara eitthvað pínulítið, jafnvel eitthvað tæknilegt og eitthvað. En ef þú ferð í gegnum þessa tillögur, þessi eyðublöð, að þá ættir að sjá að þegar þú uppfærir eitthvað á sviði ársreikninga eða eitthvað, og þá er það undir, og þá í leiðinni sérðu hvaða íslensku gömlu löggjöf við með sem ennþá í gildi, hvaða gullhúðun á þessu sviði undan farin ár, ætlar að hreinsa það upp samhliða þegar að þú fær instansinn einhvern veginn inn á borðið þitt, og þá hreinsast þetta í rauninni, held ég, með svona skilvirkari
og eðlilegri hætti heldur en að fara í einhvern veginn átak á mismunandi sviðum inn í mismunandi ráðuneytum. Maður veit bara hvernig það er. Ég held að það er mjög svona tilviljanakennt og gloppótt. Frekar en að fókusa með alvöru á og að ráðuneytin öll sammælist og þar með þá pólitíkin að hér eftir verði þetta gert svona og þá hreinsar upp afturvirkt en samt fram í tíman þegar að þú það kemur að því að uppfæra eða innleiða eitthvað nýtt. Ég segja kannski bara eitt í lokin sko. Ég tel það mjög mikilvægt að þingið og ríkisstjórnin taki þessar tillögur og breyti verklaginu því það eru auðvitað risastórir hagsmunir undir og ég held að sé líka mikilvægt í stórum málum að afhúða einhverju leyti og nú er bara þessa tillögu til og stjórnmálamenn getur núna að skoða þetta vandlega og ég er algjörlega sannfærður það að ef menn fari í þetta verklag þá munum við koma í veg fyrir heilmikið tjón og gæta hagsmuni okkar. Þetta er allt spurning hagsmuni uppi staðið, allt saman. Og ég held að menn eigi þá að vanda sig mjög ef það menn allir einhverja gullhúðun að meta áhrifin alveg ofan í örendir þess að meta þetta. Og þetta er bara held ég sem allir geta sammælst og svo menn með að taka líka bara eitthvað aðeins og bara við almennt löggjafarstarf að bæta það líka. Ég held að mér er umhugað að fylgja góðu fordæmi starfsins og klára á tíma þannig að við bara sláum held í botninni í þetta hér. Vil þakka starfshópnum og ráðherra kærlega fyrir og öllum sem voru hér í dag og tóku tíman að vera með okkur og minna á að hér eru veitingar fram og eftir fyrir þá sem vilja grípa með þessi léttan hádegismat. Svo bara takk kærlega fyrir. Okay.